Velkomin á Ása til Heiðarskóla. Ég heiti Bjarki Rúnar og er formaður nemendafélagsins þetta skólaár. Skólastarfið hefur gengið vel fyrir sig þessa vorin. Við höfum farið nokkra leiðangra. Unglingastigið var boðað tæknimessu sem var haldin í Fjölbrautaskóla Vesturlands. Þar fengum við kynningu á iðntækni. Unglingadeildin fór líka í skíðaferð í fyrsta skipti í mörg ár. Það var mjög gaman. Í gær keppti skólinn í skólareisti og fór mið og unglingastig að hvetja lið skólans sem stóð sig vel. Eins og venja hvetjum við þá það sem vilja að mæta í náttfötum í skólan á morgun. Línuhafnarnir eru á sínum stað og hægt verður að kaupa línur eftir sýningu, 200 kr. línan. Einnig ætla ég að benda á listasýningin sem hefur verið haldin á list- og verkefnagangi fellur niður þetta ár. Á meðan sýningu stendur verður hægt að fara með yngri börn í gæslu í leikherbergi sem er innst á innstastigsganginum. Eftir sýningu verður boðið upp á veitingar í boði foreldra nemenda í 7. til 10. bekkjar. Fyrir hönd nemendafélagsins þakka ég fyrir. Allur ágóði sýningarinnar rennur í ferðasjóð félagsins. Í vor fara unglingar til dæmis í Þórsmerkurferð, en annars hef ég ekkert meira að segja en minna á óskilamunni í kringum andlitið. En áður en sýning hefst vil ég benda ykkur á að slökkva á farsinum. Vinsælast það hljóð í salnum á meðan sýningu stendur. Og nú ætla Bjartey sigurvegari í stóru uppræstukeppninni að taka við. Þau eru kynna kvöldsins, gjörið svo vel. Nemendur í 3. og 4. bekk hafa undanfarið verið að læra forðan og gamla tímann. Þau fengu þá hugmynd að semja leikrit efnið. Jónala kennari tók vel í það og samdi handritið fyrir krakkana. Leikritið fékk nafnið Klikka á tímavélinni. Það verður spennandi að sjá hvað gerist. Gjörið svo vel og njótið. Æ, mamma, er ekki að koma matur? Telma mín, þú verður fyrst að lesa heimalestrarbókina, svo skulum við fá okkur að borða. Æ, ég nenni ekki að lesa. Mamma pantaði bara pítsu, fyrst pabbi er ekki heima. Mamma kann ekkert að elda, eins gott og fá mikið matarhætti. Hvað varst að segja, Sindri? Ekkert! Krakka, farið til dyra, ég er að fara að elda. Góðan daginn, krakka mínir. Er ykkur fullorðin heima? Já, mamma, en hún er að elda. Já, það verður bara til við ykkur. Svo er nú mál með vexti að ég er að selja stór merkilega umgjörð, nefnilega tímavél. Já, þau eru já. Tímavél, já. Vél sem getur flytt ykkur tíma. Hvað segir þið? Langar ykkur ekki í svona og kosta kjörum? Tímavél? Ég trúði mér ekki. Það er ekki til tímavélar. Jú, ég smiða þessa. Það er bara dálítið dýrt að búa til fyrstu prótótípuna. Þess vegna er ég byrjað á fjölframleiða hana og bjóða þau fram til sölu. Hvað segir þið? Langar ykkur ekki í svona? Virkar hún já? Og hvernig þá? Já, maður beinir henni bara að þeim sem á að færast tíman og svo ýtir maður þennan takka og... Æ, árans Andrea, til hvers árs skyldi ég nú hafa sendt þau? Hvað gerðist eiginlega? Hvað er húsið okkar? Þú veit það ekki, en það er ykkur komið. Kannski ykkur fólk þarna? Já, kannski. Við skulum athuga. Annars heiti ég heimasætafræðingur. Mikið talaði undarlega. Ætli þau séu útlensk, þetta eru framhandleg nöfn. Máski séu frá Færeyjum. Eða Noregi. Nei, við erum sko Íslands. En við hittum einhvern gaur áðan sem var með tímavél. Skildur hún að virka? Já, vá! Í alvöru! Það væri geggjað! En hvað árannast núna? Árið, þannig árið 1866. En á hvað bæ búið þið? Bæ? Þegar við búum í bæ. Sko, Kaupstað. Það er ekkert Kauptún hérnálægt.
Komið þið langt að? Já, úr framtíðinni! Hvaða fyrirgangur er börnin góð? Nei, þetta mínu allar döðar lýsur hefði. Eru hér komin gestir. Velkomin, kæri börn. Mikið eru þau nú endranlega til fara. Ætli þau séu útlensk. Má ekki bjóða matabita? Jú takk, þið er ótrúlega sveig. Jú, það væri frábært. Undarlegir sem börn, hver skildi eiga þau? Ekki eru þau á næstu bæjum og hafa gengið lengi til þess að komast ykkur. Við skulum hafa góða gætun á því. Takk fyrir. Nei sko, sjálfsindri, þorramattir. Vá, voru þið með þorrablót? Nei, kæri börn. Þorrin er löngu liðin og nú er skerplæðin nýhafin. Aha, loksins fann ég ykkur. Þeir verða að koma með mér aftur til framtíðar. Nei, við ætlum sko að leika okkur saman. Já, við höfum ekki að leika okkur. Sko, við vorum að kenna þeim lag á hann og svo ætlum við að syngja. Jæja þá syngjum við þetta lag en svo verðum við að djóka í alvöru. Af hverju get ég ekki lifað
Jæja, nú bara verðum við að drífa okkur í alvöru. Ef þið eru of lengi, getið þið fest. Ok þá, við skulum fara. Bless krakkar, gaman að hitta ykkur. Já, bye, Ása, Sigga, Guðrún, Gummi og Helga. Verið sæl. Hjartans þakkir fyrir komuna, útlensku börn. Verið sæl og blessuð. Hvað voru þeir að leita okkur allstað? Elskurnar mínar, allt í lagi. Og hver ert þú? Tja, ég er hérna bara að selja símavél, þvottavél. Við eigum þvottavél að þakka þér fyrir. Heyrðu, þessi tímavél þín er bara stórhættuleg. Já, þú verður að hætta þér að selja hana. Já, ég er búin að fatta það. En þetta var nú skemmtileg uppfinning. Hvar erum við? Hvar er galdramaðurinn? Þarna er hann. Nú skal höggva! Ó nei, ekki aftur! Kærar þakkir, 3. og 4. bekkur. Þetta var virkilega skemmtilegt hjá ykkur. Vel leikið og sungið. Seinna atriðið á Ástökkur Heiðarskóla 2018 er í höndum unglingadeildar. Krakkarnir sýna leikritið 4 hljómar. Leikritið er eftir alla kennara og fjallar ungmenni og hljómsveit sem eiga þann draum að verða fræg. Ýmis hljóð koma fram í sýningunni, annars frumsamin. Nemendur í unglingadeild koma allir að sýningunni með einum eða öðrum hætti. 4 hljómar, gerðu svo vel og njótið.
Komið sæl og velkomin. Ég ætla að segja ykkur sögu. Sögu af ævintýrum ungs fólks sem var reynum ykkur. Búðu ykkur undir ótrúlega atburðarás. Atburðarás full af svikum, brettum, ofbeldi, morðum. Oddur, hvað er að gera? Byrja að söguna. Ertu ekki aðeins með sæl? Það er ekki svik, ekki ofbeldi og við erum ekki morðið þessar sögu. Ekki? Ó, ég kannski aðeins að koma mér. Já, svo til þetta aðeins. Sögu bara söguna eins og ná að vera. Já, ok. Hvernig var hann aftur? Bara eftir handritinu. Handritin? Já, handriti. Af því að sögur hvernig ekki handriti. Jú, þetta kann ég handritin. Það er bara ekkert sérstaklega spennandi. Það er ekki fyrir dögur þegar að skóla því. Sögur bara söguna eins og ná að vera. Allt í lagi. Ég ætla semst að segja ykkur sögu af okkur fólki í hljómsveit. Spennandi, ekki satt? Sambyrjar á heimili, í Óþekktabæ og landsbyggðinni. Ekki æfingu, ok? Jú, það getur vera. Æ, þetta nú bara einu sinni í viku. Viltu ekki bara drífa þér? Það er svo leiðis að koma með mér. Æ, við vorum búin að ræða þetta og þú sagði að þetta ekki vandamál lengur. Já, en ég er hættur. Ég vil ekki að fara. Þú mátt ekki fara. Það að banna mér að fara. Já, ég meina, hvað á ég að gera með það? Það er búið að gaman að gera alltaf. Eitt skipt í viku. Ég ætla bara að hanga einn hérna heima með það. Nú setst ég bara fótið niður. Ekki fara. Þú mátt það ekki. Í alvörinu. En stelpunar treysta að ég komi. Það get ekki að byrja að æfa án mín. Please. Nei. Alltaf þú ekki líka vaskar uppi og ég ger það líka það. Þeir ósækjar. Stelpunar sem ekki að stættisvara. Ég er bara lítið strákur sem vil Hljómsveit. Æ, Jóni, látt ekki svo. Ok, þú mátt fara. Er það? Já, en þú verður að koma heim frá 9. Who are you? Okay. Har du bara sjálf með hvað það? Ætli það ekki bara. Okay, bye. Já, ég heiti Asló. Já, ég vil köpa fiskalög. Hvað? Leiði fyrir gælufiskurinn minn, hún er Eiríkur. Hvernig vissir ég heiti Eiríkur? Nei, fiskurinn minn heitir Eiríkur. Eiríkur fiskurinn, hann er lúða. Hvað? Hann er lúða. Áttu lúðu sem gæludýr. Já, ég valda hann 1000. Það er, mér líka ekkert við hérna. Það voru alltaf svo flagg. Ég er ekki klikkaus. Af hverju stundum við sem klikkaus bara því að ég á gælu. Ég veit að biskupinn eigi gæluleiki sem heitir Símon. Þú myndir ekki kalla biskupinn klikkaus. Enn fremur átti María Magga bláskeið sem heitir Laxness eftir Nótfellsskáldinu. Katrín Jakobs á 2 ála sem heitir Báðinmanni og sjálf Þór Vilhjálmsson átti Kolmunni. Svo ef þú ætlar að kalla mig höfum gráma sem glói klikkaus verður að byrja þig að koma með mér út fyrir. Allt í lagi. Svo er hleyfin fyrir fiski. Já, klikkaus. Hann er fjandans gæludýrið það ekki. Ég vil leiði fyrir hundinu mínu Eiríki og ég leiði fyrir kettinu mínu Eiríki. Þar sem ég leiði fyrir ketti. Ójú, ég er það. Þú gaf að mig sko ekkert svona. Það er ekki tillit sem heitir kattaleiði. Jú, víst. Nei, víst, alls ekki. Jú, nei, víst, nei. Jú, nei. Hvað er þetta þá? Þetta er hundaleið og búið strókur orðið hundur skega köttur stæðið vaksinn. Maðurinn var bara ekki með rétt Eiríkur. Hvaða maður? Maðurinn í kattafundabílnum og meira klikkasamfundabílnum. Sko, það fór eins og þú sem skapar vandræði. Allt í lagi hvaða kattafundabíl? Kattafundabílinn hjá Hásins-stofunni. Hásins? Já, það stóð utan bílnum. Ég tek mjög vel eftir. Ég valdi sér svona mörg loftið á æfinni. Maður sagði að húnarður gæti spotta mannköpp á 400 metrar færi og að Eiríkur sem er svo mikið nökknakissi hafa verið leikurinn. Og hvað kostaði þetta? 6.800 fyrir leðurblöðuna. Það er leðurblöður. Eiríkur leðurblöður? Þetta er öll gæludýr í einn Eiríkur.
Það sko ekkert skrítið við það. Ólafur Thors átti í síldartónu sem öll hét Aðalsteinn. Nei, það er ekki. Víst? Nei. Jú? Nei. Víst? Nei. Kíktu hérna, Ólafur Thors Mararnir. Mjög góð bók. Fletta að blæsi 8-10. Allt í lagi skuldaði afsökunarbeiðni. Eins og heiðursmanni Sæmur. Jæja, ætlarðu að selja mér þetta fiskaleigu? Ég lofa þú þarft ekki og það er ekki til. Þá vil ég fá staðfestingu þess efnis undirritað af borgarstjóranum. Hvað, er það bara búið? Já, hún slökkt á sjónvarpinu. En við erum ekki búinir með sketsin. Jonni ekkert að fara að koma? Ætli Ásta hefur ekki verið með börnum? Er það ennþá í gangi? Jonni sagði síðust, þú væri búin að ræða þetta. Já, hann verður alltaf að fara að koma. Það er mikið að það sem stundum að ræða. Nú, kemur ljós. Hæ, Jonni. Hæ. Ertu frá æfingu? Já. Er ekki fram frá æfingunni? Jú, örugglega. Við mættum. Já, ok. Fyrirgefðu hvað ekki seint. Hvað? Var Ásta líka að lesa? Já, hún reyndi eitthvað ekkert satt. En fyrst Jonni komið tilbaka. Hvað fyrir líka sem þú segir? Já, það er mjög mikilvægt sem við þurfum að ræða. Það er sko að bjóða ykkur smáköku. Mamma, ekki núna. Ég verði þetta út í eina. Mamma, þú ert að trufla. Látið mér eins og ég sé ekki hérna. Fráfram okkar mín. Ok, allt í lagi. Krakkar, það sé alltaf að segja. Þú gæti breytt líf okkar. Máni bakgrunn. Er það í alvöru? Mamma, veist að þau eru að æfa og viljum við fá að vera í friði. Maggi er hann að segja eitthvað mikilvægt. Yfirgefum, við langar bara ekki að þessu svungu til. Málið er að unga fólk í dag, það gleymir svo að borða. Ég er gamla dag að vera alltaf að passa þetta það. Núna liggur öllum svo mikið á. Þegar ég var ung. Mamma, hætti núna, hún er búin að ræða þetta. Ef okkur vantar þetta, látið þið vita, ok? Ég meina allt í lagi. Já, ég meina það getur farið núna. Magga, hvað er svo mikilvægt? Já, en við þurfum að ræða eitt fyrst. En það gengur ekki með mömmu. Já, ég veit það. Við fáum þá að æfa flýttir í bílskóla. Já, svo sem. En manstu daginn, þegar við komum í miðjulægi og byrjaði að þurrka á það. Já, við byrjum að stoppa í miðjulægi og byrjaði að þurrka á gítarnum. Já, ég veit. En ég er búin að segja þetta allt við hana. Aftur og aftur. En það er bara eins og hún vil ekki skilja það. En við, kannski breytist þetta. Það sé alltaf að segja hver er. Að ég segja það. Ég búin að finna alltaf okkur uppbóðsmann. Hæ? En varstu það ekki hendur? Nei, ekkert. Þetta er gauð sem vinnur með pappa og þið til ég geta frítt. Þeir eru með pappa einn. Kann hann eitthvað vera uppbóðsmaður? Já, hann er sölunni. Hann gengur í hús og selur Riksu. Mjög sambandið. Riksu? Hvernig til það getur verið góð uppbóðsmaður? Sko, uppbóðsmenn eru ekki bara að selja hljómsveitir. Og hann er sölumar. Það smelt passar. Og nættan liggja í kvöld. Má ekki bjóða þeir smákökur? Gjörðu svo vel. Mér heyrst mamma var að bjóða smákökur frá mig. Dís, ég skal bara ná í hann. Mamma, láttu mannir vera. Hér. Garðar heiti ég og mér er sagt eitthvað umboðsmann. Eigum við að byrja? Jæja, fundur er settur. Magga, bætt Jonni, bættu Fanni, Fyrirgefðu, hvað er þið að gera? skrá mætti ykkur fundi. Þú sérð að við erum með þetta. Svona er það gert á fundi. Ég hef ekki sett marga fundi. Una, Ella, Garðar, Róður. Fyrsta mál og dagskrá sem margar sendi verið gigg spurningar. Þetta, hvað er gigg? Nei, hvað meinar með hvað er gigg? Það stendur hérna gigg spurningar. Hvað skal við meina við ræða hvað það er? Nei, við vorum að meina. Það er ekki gigg. Já,
væri ekki betur að skrifa það bara til forðast misskilningi. En ég er einmitt búinn að bæta fyrsta málfæri. Fyrsta og fyrsta dag svona tónleika, við hófum þetta tónleika. Ok, þú ert góð að það. Ég er búinn að bóka tónleika á morgun, klukkan 5. Glæsilegt! Hvað? Bókasafnið. Ok, ég hef aldrei tónleika það áður. En sko, eins og ég sagði, mjög samfærandi. En við þurfum þá að æfa það ekki. Garðar, takk fyrir að koma. Við sjáumst bara seinna. Já. Svona fór sjóferð þá. Þegar allt virtist brosið og ríkmungar hljómsveitinni var þeim hent út á tónleikahöfnstaðnum í fyrsta lagi. Það var sem óveðurskinn hrönnuðstur kostið djúpum skugga á framtíðinni. Framundan voru hræðilegir tímar erfiðleika, svika, ofbeldis, morða! Oddur, hættu þessu. Hvað ertu nú að gera? Ekki gáttir. Já, hættu þessu, ok? Það veit allir, þetta er skólaleikurinn. Come on, það var erfið reynsla fyrir þau. En come on, þetta er skólaleikurinn. Það veit allir að það verði engin morð eða ofbeldi í þessu. Í þetta skipti haltu þig við handritið. Fyrirgeðu þetta. Ég var bara svo spenntist stundum. En án gríns voru erfið tíma framkvæmni í vinum okkar. Fyrstu tónleikarnir voru stoppaðir af en þá laði spilinu. Nokkrum dögum seinna er haldinn fundur. Ok,
Garðar mættur, allir mættir og einn auka sé ég. Hver er? Þetta er Birkir, kærastinn. Hann hefur áhuga að hjálpa okkur þar að rétta leið í tónlistinni. Já, ekki láta mig trúlegt. Fyrst er hann strax á. Kikki, hvernig gekk? Ertu að grínast? Hvernig gekk? Það gekk illa. Nú hvað? Já, fyrst hann var að koma og biðja okkur að lækka sem enda með svo með því að einn bókasafnari kom og slökkti á okkur. Já, hann sagði við vorum alltaf mikið háaða. Það var skiljanlega, þú voru að spila bókasafn. Ég ætti að vita að háa eitt að lifa bókasafn. Gjörsamlega fáránlegt. Ok, þú veist, þú skulum samt vera alveg róleg. Það er þetta mistök, en Garðar, hvað er næst? Hattbrekkur. Ég er alltaf að reyna að stækka aðdæðanóknum með að setja hattbrekkur á reyndinu. Verðinni er að fá að eyða degi hljómsveitin fyrir skóla. Það var að klárast og þau eru sennilega rétt ókomið. Og hvað tókum maður þá til hattbrekkur? Einn. Velkomin. Það er í gangi með alveg fylgjast með. Bála, sérðu hvað eftir flott? Ég trúi alltaf að þið voru svo heppin að vinna þetta hattbrekki. Já! Birkir finnst þetta hattbrekki ótrúlega. Alls ekki. Já, honum kemur það bara ekkert fyrir. Garðar er bara að reyna að hjálpa. Ok, en má ég segja, erum við að spila rétt að tegunda tónlist til dæmis? Mér líður eins og við þurfum ekkert að breytast neitt til að vera fræg. Það sagt henni ekki breytast. Já, ég er sammála. Ég vil ekki vera eitthvað sella, sko. Birkir finnst það að við eigum að gera. Það er best að vera saman. Það vil ég aldrei vera saman. Nei, ég er ekki fengur þeirri. Ég ætla að hringja í Björn. Björn? Björn Guðmundsdóttir? Hún er frænka mér, hún er klóð. Já, halló. Sæbjörn. Sæbjörn, Garðar hérna. Garðar? Hvaða Garðar? Garðar frændi. Garðar frændi, við hittust næstum því í brúkum við Davíð Systurssona. Slókseri, 1994. Ok. Hvað get ég gert fyrir þig? Ég er umboðsvarinn heima og þú myndir dýrka þessum krakka, en þau eru ekki alveg viss hvað þau vilja vera selva til þessu öllvæði. Ég skil vel að það sé eitthvað issue, ekki beint að komið við, en ég myndi alltaf að segja að það gera það ekki, sko. Ha? Ég sagði það ætti að gera. Ég meina, þú hefur oft gert það. Nei, ha? Ég reyndi svona tónleika með þér og það stóð að risastór skýtti, sold out. Mér skilst það gerist mjög oft. Það er ekki það sama, sko. Ég má ekki En vera ég heyri þessi þér, bless. Hvað? Hvað var þetta? Birkir finnst að við erum að fara yfir með stingri tónlist. Ok, leiðum að heyra. Ég finnst það um að prófa. Þú hefur aldrei prófað. Hugsa ekki um leikleika. Birkir segir að framtíðin liggi í þungar. Hver er ekki jógó hérinn? Ég heyrði þetta. Ertu að segja að Birkir sé um jógó? Já. Hvað meinir við jógó? Veist ekki, hann er á slittu bondinu, hann er bara að reyna að hjálpa. Ég var farin. En þú ferð á dreki. Og það er spennandi. Róum okkur að þig. Ég rómi bara ekki þér, þú bara reykir líka. Það er ekki þeim gríkja, ég er það. Já, og sá er að stenda sig það, ha? Hei, þetta var óþað mér. Þú ert reykir. Hæ? Nei, þú getur þetta ekki. Hvað er þetta að reyka mig? Það er enginn á að reka reykjuna. Við þurfum öll bara að anda rólega og ræða þetta. Það er mikið á bæja.
að endurnýja þessa gömlu ryksugi. Hvað sagði ég ekki? Vandræðahljómsveitirnar voru í hámarki. Ok, það var engin drepinn, en næstum því. Öll voru á þakki úti, því að Garðar átti ásökjörninu. Þú bara hringja eitt símtal. Þetta var flott jóróttur. Var þetta nokkuð sögurveit? Nei, bara dead boring. Sæbjörn, Garðar hérna. Garðar? Hvernig fékkstu þetta númer? Hitt hægt að virka frá Gjörðinsstað. Já, það skiptir ekki máli. Björn, Fanney hætt í hljómsveitinni. Nú já, ekki að ég vilja vita það, en ég veit að það segir mér hvað gerðist. Ok. Hún Fanney kom með nýjan kærasta á æfingu og þú byrjar að kalla Jóko. Þú kærasta svo að meina. Jóko? Það er þetta. Það er þessi Jóko að kenna að piltanir hætti. Samböndi geta flætt málið í hljómsveitum. Já, svo að segja. En nú vantar einar hljómsveitur, þannig að ég kemur sprengja. Hefur þú áhuga að koma í áhuga? Nei, ég hef ekki nokkuð áhuga á því. Og ég myndi þykja það að þú fengir ekki ótaf fáviti.
tala með okkur. Eitthvað að okkur. Ætlar hann ekki hljómsveitinni? Ég ekki bara hætt í hljómsveitinni og ekki dreymum að vera tónlistarmaður. Ekki lifi fyrir þessu hljómsveit. Nei, frábært. Þú fílar það einu sinni. Manstu, þau byrjum saman? Já, mér fannst þetta ekki töff. Þegar ég sá þig fyrst á tónleikunum var ég viss að ég kærastinn. Hvað gerðist? Af hverju þessa leið? Þá var þessi hljómsveit bara fyrir strákum og svo fórst í þessi stelpuhljómsveit og ég viss að mér finnst það sætt en mér, skemmtilega en ég. Það ekki satt. Það engin stelpa sem sætari en þú eða skemmtileg. Þú gerða mín. Já, ég viss. Stelpurnar sem ég með í hljómsveit eru bara stelpur sem ég með í hljómsveit. Enginn kemur í stæðan fyrir þig. Ó, Jóni, fyrirgefðu hvernig ég hef látið. Hei, við erum að fara að hitta oss á eftir. Viltu ekki vera að koma með? Jú, endilega. Ég hefði bara verið aðbandi ykkur nr. 1. Þú séu. Það oft sagt að þegar botninum náð með að skilja sér upp, þarf akkurat þessum krakkarnir ákvað að gera. Magga boðið til fundar þar sem hún hefði gett merka uppgötvun. Uppgötvun sem geti fært hljómsveitinni frægð, framhald og umframhald fjárhagsleg öryggi í ellinni. Þegar maður ungur rann aukst til framtíðar. Það var alveg að vakna 67 með engan peninga, engan lífeyri og... Áttur, hvað ertu nú að gera? Þetta í anskotan er fjöxtegilegt að hlutverk. Hvað meinar þau? Það er bara mjög mikilvægt að búa svolítið allir nátt. Já, en maður fá að lifa fyrir kaninu minni, Eirík. Þú er ekki heldur lifa fyrir kaninu. Nei, þarna hamstring. Hvað ekki það? Eiríki? Nei. Nei, hún heitir Eiki Bleiki. Þú ert ekki Bleiki. hvað voru allir? Getur þið sagt alltaf það sem þú átt að segja? Já. Hvað meinar þau? Það var mjög mikilvægt að búa undir ellina. Já, það er svo sem alveg rétt. Það kemur málunum bara ekkert við. Í síðasta skipti haltu þig við handritið. Magga sem svo búið til að funda það sem hún hafði fundið lykilinn á því sem við bóðum. Forever young.
When I find myself in times of trouble, my Mary comes to me. Sometimes I feel like I can never run there. Don't make no cry, there surely is a dream. I come from down under. En ég held samt að þú ætlir að halda þér í heimilistörfin. Já. Það segir þess að það er bara eindislegt að hafa fyrir að æfa hjá mér. Ég er svo einhvern maður hérna. Þið ekki að pyrringi, mamma. Allt í lagi, annars skrella litla knúsaði mig. Það var ekki svo strax. Jú. Ég get hins vegar gætt með því. Ég er búinn að bóka endurkomu tónleika hljómsveitar. Þið verða eftir því. Frábært! Hvar? Þið líkið Hefur ekki semja? Jú. Hefur ekki að semja? Hefur ekki að semja hljómlag? Jú, gerum það. Já, halló. Björn, sæl. Garðar eitthvað, ég er með frábærar fréttir. Og þú ætlar greinilega að segja mér þær. Ok, Fanney er komin aftur og það er tónleika framöndan. Frábært. Til hamingju með það. Hefðir þú áhuga að hita upp fyrir þau? Björn, komið þannig. Halló? Björn? Halló? Hvað ertu að gera? Ég er að fara að kynna lokaatriðið. Já, ég treysti þér ekki. Ég er hér til að tryggja og gera þetta sem maður. Wow, það er naumast. Jæja, má ég byrja? Já, Mundi, ég vil geta með þér. Endurkomu tónleikar hljómsveitarinnar voru beðið með mikil eftirvæntingu. Allir 3 aðstandendur hljómsveitarinnar beðið fyrir utan tónleikahúsið í marga klukkutíma. Þegar ég meina tónleikahúsið, þá meina við þetta eldhúsið með Karvari. Hinn staðurinn, Sundi bæjarins, ábókaði á síðustu stundu vegna samflóts eldri borgara sem hann nefndi ekki fresta sinni tíma. Áður hefði Garðar náð að samfara umsjónarsundurinnar þessi tónleika verið mun betri hugmynd og senda hann 2 nýjar leiksögur í liðin. Og þessi kynni ekki alveg náttúrulega löng. Komdu þér efnir maður. Wow, róa sig. Jæja, skulum við kíkja á endurkomu tónleikar hljómsveitarnar. Ég og hann, við kannski að skella okkur saman. Já, okkur ekki. Svo við verðum með í lokaatriðinu. Hæ, við erum hljómsveitin 4 hljómar. Lag sem við sömdum fyrir þetta tónleika. Það heitir einfaldlega 4 hljómar. Voru þið fíla? Við langar til ekki þetta lag en mömmu. Mamma, þú ert ágæð.
rosa öðlinga að æðist út heima. Ég svo rosalega stolt, þú bara hóp að veita sér að dreyma. Við syngjum saman nú, allt sem þarf fjórir hljómar og lagið þá mun endur róma. Það þolir ekki allt sem við þurfum fjórir hljómar og djúpir góðir hljómar og fræðin blasir við. Já, hún blasir við. Takk fyrir fjórum hljómum þetta frábæra lag. Það var ekki umboðsmaður þeirra jafnvel að syngja lag á því samningu hennar Björk og við hýttu upp fyrir hana næstu 2 árin alla heim. En það sem við erum bara í heimsreysu vil ég segja, Amma Ellu er ástfangin af þér. Ekki dýja sem þér. Nei! Það verður ekkert svona gert! Það er spennið það! Seinna bara! Seinna. Svo þannig fór þetta að lokum. Hljómsveitin sló í gegn með nýja laginu og sjálf Björk bauð að koma með sér að hita upp í komandi tónleikaferðinni heim. En allt var ekki sem sýndist, því sú sem Garðar hafði samið var í raun ekki Björk, heldur höfuðför í alþjóðlegu mannsæsum. Krakkarnir sendir í þrældómál. Oddur, stopp! Þrældómál! Ekki orð meir! Þrældómál og loka myrkt af mjög vondum mönnum! Kærar þakkir krakkar, vel gert hjá ykkur. Nú er komið að hinu margrómaða kaffihlaðborði. Við þökkum foreldrum nemenda í 7. til 10. bekk kærlega fyrir að leggja hér á borð indælis klæðsynda. Við biðjum ykkur að sýna byrjun meðan við rúllum saman borðum í salinn. Minnum ykkur líka á að enn er hægt að kaupa línur í línuhappdrætti og svo er sjoppunarbyrg í félagsrými unglinga.
þetta. Skila heldur þetta. Hvar er Öddi? Hvar er Öddi?
Lofað góðu. Við endum dagskrá árshátíð með henni sívinsæla Línu Happrandi. Við bjóðum fulltrúa unglinga í 9. til 10. í nemendafélagi skólans og skólastjóra hér upp á svið. Sigríður Elín. Sigríður Elín. Sigríður Elín. Sælir þig. Er það einhver? Já, það var hann. Oddur Örn. Kolla Bjarteyjarsson. Oddur Ottosen.